Frystihúsið í Flatey var byggt á árunum 1946 til 51. Í því var mikil starfsemi fyrstu árin en svo fjaraði undan, eiginlega bókstaflega, því þegar að vaskur hópur fólks tók húsið að sér árið 2010 og bjargaði því frá niðurrifi, var sjórinn farinn að naga undan því. Við tókum baldur yfir Breiðafjörð, já, eða svona hálfan Breiðafjörð og trufluðum vinnandi fólk. Hvernig kom það til að þið ráðist í þessa út í þessum hópi, öfluga hópi sem að ráðist einnig framkvæmdir? Það er sennilega bara því við vissum ekki hvað það verið mikil vinna. en það er... Nei, okkur þótti synd ef þetta yrði rifið, því það stemdi bara í það. Þetta var eiginlega að hrynja. Sumir hérna eru að gera upp bara sumarhúsin sín, hafa gaman að því. Þið ákveða að taka í fóstur 3000 fermetra íshús. Já. Hvað er að ykkur? Nei. Við erum öll náttúrulega tiltölulega klikkuð, en enga síður, ágætis fólk. Já. Og hérna, þetta kemur eiginlega þannig til að það er, húsið er bara komið með algjörri niðurnýslu og í umræðinu bara að láta rífa það. Og hérna, og okkur ásamt mörgum öðrum fannst það bara algjörlega ótækt. Þannig að svona, við förum aðeinslega grennslast fyrir þetta og þá komumst við að því að við getum kannski bara tekið til hendinni og við tökum bara húsið í fóstur. Það má eiginlega segja það, stofnum við félag sem heitir Þrísker, sem er enda skýrt í höfuð á 3 skerjum sem er enda rétt fyrir utan. Og það eru aðilar í 5 húsum í Flatey sem að taka að sér að gera þetta í sameiningu. Og það er byggðarendi, læknishús, sjávarslóð, Sólbakki og Sunnugöll. Og í þessum hópi er náttúrulega alls konar fólk úr öllum áttum, en margir mjög handlagnir. Þannig að við bara dreifum í þessu. Hver er saga hússins samt? Sko húsið er byggt svona kringum 1950 og fer faktiskt aldrei í neina stórkostlega notkun og hefur ekki verið haldið við síðan að það var byggt. Og þegar við í raun og veru tökum við því, þá er það bara, já, það var bara nánast hrunið. Já, bara viðhald ekkert síðan 1950 og þarna. Ekki veitt. En það sennilega sem er bjargað húsinu er að það átti að vera vélasalur uppi og þessir steyptu bitar og gólfið, það er það sem er ógrandanlegt í rauninni. Það var metið hvað það kostaði að rífa það, það var mjög dýrt. Af því að það hefur ennþá verið þó það fínt, já. Sko. Já. Og það er þetta steypta gólf sem er mjög öflugt. En það var ekki nú var hvað heitir aftur efnið Asbest. Já, þurftu ekki þið þurftu að fara á námskeið? Jú, við fórum á asbestnámskeið. Já. Þannig að þið látið ekkert stoppa ykkur? Nei. Þú þarf að sækja leyfi og ef maður ætlar að taka fjarlægi asbest. Já. Það var gaman. Var helling á svona áskorunum á leiðinni? Þú veist, væntanlega alla leið? Já. Þetta hefur samt runnið einhvern veginn voðalega auðveldlega. Þetta er fjölbreyttur hópur og það gerir hver sitt. Þannig að það er svona. Þegar allir leggjast á eitt. Já. Hvernig er að vera í framkvæmdum í eyju? Þú veist, eitt er að framkvæma eitthvað á landi þar sem þú hefur bíkó, húsasmiðju og verslanir nálægtir. Annað er að vera á eyju þar sem þú þarft að stóla á samgöngur. Já, þetta er raun og veru byggist á bara góðu skipulagi. Við erum náttúrulega með eðalsmiði í þessum hóp sem hafa skipulagt vel fyrir hverja vinnuferð. Og þá er raun og veru, já, það eru skipulagðar vinnuferðir nokkur sinnum á ári jafnvel til að byrja með. Og þá er bara tekin ákveðin hlutur í gegn í hvert sinn. Þannig að, jú, ef það vantar eitthvað, þá kannski gæti maður að leita oft til Bjarna og Bergi, hann er alveg okkar snillingur. Já, það er eitthvað sem býr í eyjunni? Já, á húsi niðri í þorpi. Og svo náttúrulega er alveg ótrúlegi hlutir sem hægt er að nota sem voru inn í þessu húsi. Það var náttúrulega alveg fullt á dóti, Já, sem þau geta nýtt í framkvæmdirnar. En aftur á móti vantaði til að byrja með tæki og tól til þess að bera þegar við vorum að fá þungar hluti, meðal annars járnplöturnar og þakið. Lengstu plöturnar voru 11 metrar og við ekki með nein tæki til að keyra þetta bryggjunni. Við bárum þetta bara á höndum, stungum bara einhverju spýtum undir og svo var þetta bara gengið með þetta. Í kappi við það áður en að báturinn kom aftur því það voru örari ferðir þá heldur en niður í veturinn. Þið eru búin að taka góðan hluta þessi gegn og komin vel á stað og alveg og hvað eru þið með inni? Í þessu rými sem við erum í núna, þá raun og veru lokuðum við settum millivegg og bjöggum til aðstöðu fyrir farþega Baldurs. Þannig að þegar
enginn er í húsinu þá er þetta rými alltaf opið þannig að fólk á hérna smá athvarf. Settum upp salerni og svoleiðis þannig að fólk geti gengið hérna örna sinni eða þar þess. En hérna, en þar fyrir innan erum við með svona litla búð / kaffihús yfir sumartímann. Það sem við seljum í raun og veru hluti af því eru bara svona vörur úr héraði þar sem að einhverja konur hér í nágrenninu hafa verið að prjóna einhverja fallega vörur og menn hafa verið að skera út og alls konar þess aftar. Hvað sérðu fyrir þér hérna í framhaldinu? Framtíð þessa hús? Það er nú ýmislegt sem væri gaman það væri mjög gaman að hafa útbúið einhverjar íbúðir hérna á öðru hæðinni. Það vantar húsnæði í eyjuna. En það er svo langur vegur að því náttúrulega, það er svolítið mikil batteri að fara í það. Út af hverju fóruð í þetta? Þú veist, bara að því að þið voru að koma ógeða tímalausinu og kyrðinni? Nei, alveg definitíli ekki. Það var nú kannski aðal út af því að okkur fannst í fyrsta lagi alveg óhæft að rífa þetta hús. Þetta er stórt og mikið hús og veður geta verið mjög slæm hérna. Og fyrir fólk sem er til dæmis að fara hérna og er að bíða eftir bátnum, að það geti ekki staðið hérna út við vesturvegginn á þessu húsi, sko, þá bara fíkur það út á haf. Og svo líka bara þetta andlit eyjarinnar, finnst okkur. Hvað eru margir íbúar í Flatey, svona fastir? Sko það eru skráðir íbúar eru 6 ef ég er fyrir rétt með það, ég held það séu 6 skráðir í 3 húsum. Já, og svo eru þeir sem eru svona svolítið virkir Flateyingar sem að komið þetta mikið og eru með jafnvel fyrirtæki eða eitthvað. Já. En það er í öllum húsunum, það er mjög mikið komið til að vera í húsunum. Já. Ég verði nú ekki bara með tölun á húsunum, en það eru stundum hérna, sko, getur verið 200 manns sem eru bara í húsunum. Hvað er það sem gerir Flatey svona dásamlega? Sumir segja þessi tímaleysið og þögnin og kyrðin, en það er ekki búið að vera kyrð hjá okkur síðan við byrjum á þessu. Síðan 2010? Síðan 2010, en engar síður, jú, það er alveg gríðarlega gott að koma hingað og eins og hérna kollegi minn segir að þegar maður kemur hingað, maður stressast hann á bátnum og svona, og svo þegar maður stígur upp bryggjuna þá bara, jæja, hingað er ég komin. Svo líka þegar báturinn er að fara og maður þarf að fara heima, þá það er nokkur svona naglaför í bryggjuna þegar maður vill ekki fara, dregin borð bara. Hvað finnst þér vera svona heillandi við Flatey? Það er bara, veit ekki, svona þægilegu staður. Félagsskapurinn endar, það er voðalega mikið af góðu fólki hérna, skemmtilegu. Og ég hef aldrei lent í því að fara og þú veist, finnast vera að koma nóg. Það er alltaf, maður fer alltaf að snemma. Saman þá þessi búin að vera í 2 mánuði. Við þökkum fyrir áhorfið í kvöld, sjáum ykkur eftir viku. Bless. Valley.